Góðan og blessaðan daginn. Góðan daginn. Klukkan 9 hjá mér. Hvað klukkan hjá þér, ungfrú? Hún 5. Hún 5 hjá Elfu. Sko, Elfu ætlar að segja mér hvað er að frétta hjá sér í lífinu. Fyrir utan brunablettin á hökunni. Þú mátt tala brunablett. Ég ætla að gera skincare á meðan Elfu ætlar að segja okkur hvað er að frétta. Ég er með frá Skin 1004 Madagascar Centella Ampule og Madagascar Centella Soothing Cream. Styrtaraðali þáttarins. Thank you very much. Vildi óska að ég væri líka með hérna töst á kantinum en ég er ennþá að leita að því hérna úti og Elva er ennþá á leiðinni en við erum líka í boði töst og Elva þú kannski byrjar á að tala myndbandi sem þú settir inn á Facebook-grúpuna. Já. Hvernig þú hefði viljað vera með töst í hendi? Ég er allan að, mér hefur ennþá ekki verið sagt upp í vinnunni. Ég er ennþá með vinnuna. Ég á alltaf þá vinni sem ég átti fyrir. Ef ekki bara fleiri núna, sko. Hvað ég segja? Ég talaði það í þættinu. Mér finnst þetta ógeðslega fyndið og mér finnst þetta ennþá fyndið og ég vissi að öllum myndi finnast þetta fyndið líka. Einu manneskjunnar sem er eitthvað að deyja yfir þessu er þú og Telma. Og hvað er þið sameiginlegt? Ég reyna að hugsa. Nei, þú veist að reyna að halda aftur og segja við sem leiðilegar eða eitthvað. Nei. Nei. Ég er að segja að þið eigi kannski að sameiginlegt að þið standið svona næst mér, þið standið nær mér en vinkonu mínar af því að þú er systir mín og hún er kærasta mín. Já, ég veit ekki, þú veist, vinkonu mín og finnst þetta bara ógeðslega fyndið, eðlilega. Ef ég væri aðeins yngri þá myndi mér og pappa kannski ekki finnast þetta fyndið, finnast þetta kannski frekar rasnalegt af því að... Ég er sjokki við kommentur um mömmu. Af hverju? Af því að talandi bara um systkinaröð. Sko, vorum við að tala um systkinaröð? Nei, ég er að segja, þú veist, ef við myndum bara út af við með podcast að vera systur, að þú veist, ef við myndum bara tala um, við lifum bara sikkur í lífinu, varandi hvernig uppeldi við höfum fengið. Ekki ég og þú? Jú, við allar. Það er bara svo leis. Ok, en þú veist, það er alveg bara frekar algengt, sko. Ég veit það er að segja að við minnum á að öl er böl og allir ættu að grípa töst með í næstu búðaferð og hafa í boði yfir hátíðarnar og bara ef þið hafa ekki smakkað þá mælum við með. Gott að skála, gaman að skála, skálum í töst. Já. Ég er bara að klára skengja, getur þú sagt eitthvað meira? Ég ætla kannski bara að þakka fyrir viðbröðin sem ég fekk varandi hérna myndbandið af mér sem ég sett á Facebook-hópin. Það voru 10+ mann sem að sendi á mig persónulega að segja hvað þeim fannst þetta fyndið, sko. Þannig að, já, Greið, Lovísa og Telma sem eiga erfitt með þetta því það er óumbeðið að skamma sín fyrir mig þegar það er algjör óþarfi. En leifum þeim bara að gera það og meðan ætlum við hinn að njóta. Þetta er alveg fyndið en bara minna af þessu takk. Þú hefði verið í kasti, hefði einhver annar gert þetta heldur en ég, bara því ég, þá ertu bara, oh my god, hvað er þetta kjánalegt. Ég er ekki að segja það. Ok. Ég er bara vorkinu fólkinu. Ok. Þegar ég horfði á þetta, þú veist, í annað eða þriðja sinn og sá að það var bara margir og eftir þeim í röð, þá var ég bara, oh my god. Já, en það fara allir að hlæja, það heyrist í lokin af myndbandinu að það eru allir í röðinni og það segir einhver, heyrðu þetta? En það á með áðurinn að fara að hlæja að þá eru allir á sama tíma þú ert með þennan svip og það er allir bara, hvað er að frétta? Svo split second. Já, og það er svona þögn út af því að vinkonum mínar eru að kafna úr hlátri. Svo byrja þær að hlæja. Og svipurinn og þér bara, oh my god, eru þær ekki að fara að hlæja? Andróks, ég var bara, bitches, you better fucking laugh right now, sko. Ég reif svona 2 raddbönd í söskri. Þar fóru 2. Þar fóru 2. En áður en ég byrja á málinu þá langar mig að segja ykkur frá Tríhött. Ég er búin að kaupa mér vanilluskrúbbin og vanillussápuna og ég er að venjast lyktinni. Venjast lyktinni? Þetta er, ég elska þessa lykt en mér finnst hún ekki svona fitta kannski endilega við mig en mér langar svo hún fitti við mig. Já, ég skil. Mér finnst ég bara að þefa ykkur þegar með hann á mér en hún er sjúklega góð. Já. Ég er ekki að segja það. Hvað ert þú að vinna með? Ég er að vinna með skrúbbin per usual. Ég er með eitthvað núna sem er með eitthvað svona smá glimmeri í.
Þannig að þegar ég er búin Lala. að setja hann á mig og svo, þú veist, þegar ég komin upp úr þá set ég bodyljósan frá þeim líka og það er líka með svona smá glimmer í. Og ég er þá Cute. bara Hvaða lykt? Ég man það ekki, á ég að fara að kíkja. Já, náðu þetta. Sendum hana bara að ná í þetta og ég ætla líka að baktala hana. Elva, hún lyktar alltaf svo illa og hún þarf svo á þessu að halda. Djók. Ég sé það. Ég sé hvað lyktið er. Já, ég er með Tropic Glow í skrúpnum. Þetta er það sem ég var að tala um síðast. Þetta er uppáhaldslyktin mín. Sagðirðu það? Já. Sagðirðu Tropic Glow? Ég sagði eitthvað tropic. Já. Skrúpurinn í Tropic Glow og bodyljósunið er Moonlight Glow. Þannig að þú veist, ég held að sé þetta glow. Og you were glowy. Það sést samt ekki í dollunni Nei. og í hvorum dollunum sést það. En svo þegar, þú veist, þegar ég er búin að maka sá mig, þá sé ég það. Og ég mæli með. Ég sé alla vera að tala um jólin sem eitthvað svona sparkle season. Þannig að why not? Be glowy. Það þarf vel byrtu í lífi ykkar þarna á Íslandi. Hvort það þarf. En síðan erum við líka með Kosar X og ég var að fá mér hérna sheetmaskana og ég setti einn á mig í gær og sjáu ég er bara eins og endurskinsmerki. Hvaða settur á því? Ég held að sé svona hérna snigla. Sniglamaskin. En þetta fæst allt í náttúrulega Hagkaup og Krónunni. Já. Ef að þú verir í búð núna, hvað myndir þú kaupa þér frá Kosar X? Sólavörnina. Þú ætla bara alltaf að vera með sólvörn. Ég er alltaf með sólavörn. Hún er bara svo næs. En Ég er að djóka. Ég var að gefa í litlu jólagjöf eða svona vinagjöf. ef ég ætti að velja eitthvað eitt frá CosRX sem er ekki sólavörn, ég held ég myndi velja Peptide Skin Booster Serum. Það er solid, það er ekki, þú veist, það er náttúrulega ekki dýrt, þannig að þú veist, getur keypt 2, 3 og það fyrir eftir hvað budgetið er í svona gjöfum. En allavega Peptide. Ég mæli mjög mikið með svona maska. En við skulum demba okkur í þetta mál. Já. Ég er mjög spennt að sjá hvenær þú fattar hvaða málið er. Þú veist, hvað ef ég er einhvern tímann með mál eða þú ert einhvern tímann með mál sem að við föttum bara á nafninu af því að það mun einhvern tímann gerast. Já, það mun gerast. Þá er allt í lagi. Þá erum við bara svona báður að segja frá því. Já, þá er bara, meiri gleði, meira info. Já. Mér finnst ég alltaf vera að afsaka mig, en við þurftum svona smá að flýta fyrir við ákveðum fyrir nokkrum klukkutímum að taka þetta upp. Já. Þannig að ég þurfti að velja eitthvað mál sem ég þekkti ágætlega, en ég hefði getað undirbúið mig betur, en það hendar samt ágætlega með þetta mál af því að ég vil að þið fara að hlusta á annan podcast sem ég bendi á, af því að there's so much to this. Þetta er rosalegt mál, finnst mér. En þetta er líka bara fyrsta málið okkar og alveg eins og með fyrstu pönnukökuna, þá er hún alltaf best. Já, og bara allur þessi svona fyrsti mánuður, við erum bara að æfa okkur. Það er búið að vera rosalegt að klippa þess að þætti af því að við erum alltaf að tala báður á sama tíma og eitthvað. Og núna er gestaþátturinn komin út, en ég er að reyna að klippa hann í þessum bara eiginlega tölu og það er líka rosalegt. Það er bara dæðilegt, sko. Já, Telma okkar kemur í annan þátt, sko. Við vorum ekki alveg nógu góðar, Jesús, það var bara ADHD fest, sko. Við bara gátum ekki hægt að tala báðar og Telma komst ekki að. En við bara byggjumst innilega afsökun á því og ég, Já, Elva, þú skila kveðju til Telma hann á kantinum. Ég gerir það. Bara næst að kemur gestur þá bara Operation Shut the fuck up, sko. Verðum með gesti í 19. hverja þætti því að við erum búin að tala nógu inn á milli. Já, eða þá bara, jæja, nú er gestur þáttarins er eftirfarandi og við ætlum bara að þegja, svo gjör svo vel talaðu. Ég set bara mig á mute. Já, ég líka. Ég mun reyna að vera að tala, það mun ekki heyrast í mér að því ég verða á mute. Nei, svo líka bara Telma greið, hún var alltaf bara hana. Já. Þú veist, ef ég var í gesturinn, ég myndi vera bara, það fucking grínast það? Æ, hún kann sig. Hún kann sig þessi stelpa. Hún kann sig, annað en við. Já. Og svo vel balinn. Já. Hún myndi aldrei drepa neitt. Nei. Já. En já, við erum með svona dark þátt í dag. Og ég er mjög forvitin og svona spurning hvort að við eigum að vera með
svona áskorun á hvora aðra að því að við þekkjum bara öll mál undir sólinni eiginlega og ég er ekki búin að segja þér hvað mál ég er með en þegar að þú heldur að þú vitir hvaða mál þetta er þá áttu þú veist að segja Já. þú mátt þetta ekki segja plottir skilur að því að þá erum við búin að skemma þáttinn en svo erum bara að vera hreinskilin hvort að þú varst þú veist eða segja eitthvað ok, þetta er ekki það sem ég held skilur að þú veist bara svona Já. mátt check in Svona típist þú að grafa upp eitthvað sem gerðist fyrir árið 1950 sko. Nei, Ég hef ekkit bilaðslegan áhuga á neinu sem gerðist fyrir það sko. nei, ég er ekki með þannig mál í dag ég er líka með mál sko sem að tengist okkur eiginlega beint í dag svona, ekki okkur en systur okkar eiginlega svona ekki tengist okkur beint en Oh my god, ég veit hvað þú ert að fara að tala um. hvað? Nei, ok, ég veit það ekki. Ha? Hvað með svo? Byrjaði, give it to me Rachel, give it to me. Ok, við ætlum að fara samt langt aftur í tíman en það er bara hvenar manneskjan er fædd. Við ætlum að fara aftur til ársins 1977 en þann 20. febrúar fædd stelpa að nafni, oh my god, ef hún nærði þessu frá nafninu þá er eitthvað aðeir sko. Kristín Smart fæddist í Ásbörg í vestur Þýskalandi en foreldrannar eru báði bandarískir og hún er bandarísk en þau voru sérst að vinna sem kennarar á svona base þar svona. En fjölskyldan flutti setna til Stockton sem er í Kaliforníu sem er hérna bara rétt hjá mér. Ok, býttu, ég náði ekki alveg. Búa þau í Þýskalandi? Þú veist, hún fæddist í Þýskalandi þegar mamman og pappi voru í hernum basically að kenna. Já. Bara eins og þegar herinn var upp velli hjá okkur skilur við þá var náttúrulega fólk sem var að vinna í skólanum og amma okkar að vera að vinna í blómarbúðinni. Sælla minninga. Já, hún ólst upp í Stockton sem er hérna ekkert langt frá mér og útskrifast úr Lincoln High School árið 1995. Þá er ég fædd, ekki þú. Og á úlingsárum vann hún sem svona lifeguard og leiðbeinandi í sumarbúðum. En Kristín var mjög félagslynd, orkumikil og með stóra drauma. Ok, býta aðeins. Sorry, áður en heldur áfram. Já. Mér finnst þetta allt svo merkilegt. Allir karakterar sem eru drefnir, eða alla persónar sem eru drektar. Það er alltaf bara eitthvað svona hún var the life of the party, her smile could light up any room, she would talk to anyone, blablabla, þú veist, alltaf þetta. Ég er svona, ef ég er í drepin, hvað myndi fólk segja? Það væri, þú veist, þau væri að ljúga myndi segja þessu hluti um mig. Það myndi þurfa að vera bara eitthvað, já, hún Elva, hún var fórnarlamb, hún yrti ekki á einni neitt þegar hún þurfti þess. Veist hvað ég við? Nei, væntalega, ef þú tala við okkur eða fjölskyld, eða vinkonuðinnar, þá var ég náttúrulega bara, actually, hún er stundum að góla fólk á Petersen. Já, ok, nei, mér finnst það bara fyndið, þú veist. Já, ég veit það, en hvað á fólk að segja, skilur við? Við erum að tala um eitthvað svona myrtur, auðvitað ámar að tala fallega. Já, ég veit, en þú veist, það er bara alltaf sagt það sama, þú veist, það er alveg að tala fallega um mig til dæmis, án að segja að ég brosi mikið af því að ég brosi aldrei til dæmis. Nei, en það væri það örugglega ekkert sagt. Ok, sorry. Það var bara að segja, bara já, hún var mjög fyndin en hún var ekki mikið fyrir knúsin, við getum sagt það. Já. Nei, þú veist. Ok, sorry, halda fram. En þú veist, já, það er verið að segja, hún elskaði útivist, elskaði að vera sjálfstæð, hún var elsta systir og svona, þú veist, bara elskaði systkini sín og eitthvað svona, annars sem var ekki sagt um þig. Nei, ég er að tjóka. En hún útskrifast þarna á Lincoln High School og hún fer í skóla sem heitir California Polytechnic, sem kalla Cal Poly. Er það að ringja ykkur um björnum? Nei, þú þarft að fara into the nitty gritty svo ég viti, þú veist hvernig var hann dreifin til dæmis. En Cal Poly er í San Luis Obispo sem er 3 tímum frá mér og eiginlega 3 tímum frá Jönu og Jana spilar á móti sem skóla og ég er að fara að horfa leikin hjá henni bara 4. desember í Cal Poly og ég er búin að vera með þetta mál á heilanum í mörg ár. Þannig, já, það er svona hvernig þetta tengist. Þessi skóli er í deildin hennar Jönu. En hún byrjaði í háskólanum Cal Poly í San Luis Obispo árið 1995, þarna hausti eftir hún útskrifast frá high school. Hún var freshman og bara þú veist að kynnast fólki eins og gengur að gerist og yfir í rauninni verslunmannahelgina þeirra sem er Memorial Day, 24. til 25. maí, fer hún í partí og þetta var svona off-campus partí og
fyrir þá sem þekki ekki svona háskóla umhverfið, en þá eru svona íbúðir sem eru svona á heimavistinni, en síðan oft svona íbúðir sem að annarkvort bara einhver kalli út í bæ að leigja skólakrökkum, sem þá í rauninni bara svona íbúðir sem eru alltaf einhverju nemendur, þannig að svona margar íbúðir kannski á því svæði sem eru allt nemendur en samt ekki inn á heimavistinni, en þá það kallað svona off-campus íbúð, eins og alltaf ef það svona fraternity, hvað heitir það, svona systra sorority og fraternity hús, Bræðrabandalag. já, eitthvað svona Sorry. frímúrarnir þau hús alltaf off-campus en alltaf bara mjög nálægt, en hún fer sérst í partí í íbúð sem að ekki innan svona fraternity, en það voru víst mjög margir svona strákar úr svona einhverju bræðrabandalagi og já, hún sérst þar og var ekki með kannski einhverjum svona nánum vinum, en það bara náttúrulega freshman ennþá og svona klára fyrsta árið sitt í skólanum, en fólk voru svona að taka eftir í að hún væri mjög ölfuð, alveg ekstrím, og þú veist á þessum árum, við varum að tala 1995, þá var kannski ekki alveg vitað einhver svona byrlanir eða þannig að það var stelpa þarna sem hún þekkt hana ágætlega, þú veist alveg vinkonennar, en kannski ekki eitthvað svona besta vinkona, en hún og annar strákur, Cheryl Anderson heitir hún, og Tim Davis sá hana og hjálpuð henni svona áleiðis, og þar bætist annar nemandi við hópinn sem heitir Paul Flores, sem bauðst til þess að ganga með hana upp að sinni íbúð, þannig að þau voru ekki það langt í burtu frá heimavistinni hennar, þannig að þau gátu reyna að labba með hana. Stelpan hefur sagt frá því, hún Cheryl hefur sagt frá því að hún í rauninni humma þetta fram að sér alveg lengi og hún alltaf svona nei, svona, við sjáum þetta og svona, og þau hafi í rauninni ekki skilið við hana fyrir bara svona þjóðlega svona ok, við erum alveg að koma og lefði honum þá, þú veist, að hjálpinni loka spölinn, þú veist, sem var ekkert það langur. Ertu að kveikja einhver bjöllum með það? Já, þetta alveg að kveikja okkur bjöllum, en ég ætla samt að ég ætla ekki að skjóta. Hann, Flores sagði samnefndum að halda áfram og hann myndi tryggja að hún kæmist örugglega heim, þar sem að herbyggi hans var í rauninni bara í sömu blokk eða blokkinni hliðina og eitthvað. Þekktu þau hennan mann alveg, eða þú veist hennan strák alveg, eða var hann bara einhver stranger to them? Sko, þú veist, þetta hljóma bara eins og eitthvað svona partí, þetta var ekkert eitthvað stór vinahópur, þetta var bara svona hér og þar og þú veist, örugglega eitthvað bara svona bauð einhverju sem með honum í tíma eða eitthvað svona. Já. En það sem sagt, þegar það rætt við alla í þessu partíi og svona, þetta fólk í kring, að þá kemur í ljós að það kalluðu hann allir creepy Paul, sem að gera þetta eiginlega ennþá skrýtnara þegar lyft honum að fara með hann að jafnvel að verið bara eitthvað stuttur spotti. Já. En þetta sem sagt í síðasta skipti sem að einhver sá hana, og árið náttúrulega 1995, þannig að það heyrir enginn í henni yfir helgina, en það enginn sem að vekur athygli á því fyrir en að mammennar sem að átti von á símtali frá henni á sunnudeginum fær ekki símtalið, og þá fer mammennar að, þú veist, ég man ekki hvort þau keyrðu í skólan eða hringdu, en það var allavega ekki tilkynnt lögreglunni fyrir en þarna á sunnudeginum. En kerfið hérna úti náttúrulega svolítið flókið að því leiti til að það náttúrulega fylkislögregla, það svæðislögregla, það háskóla, svo veist, það svona campuslögregla í eiginlega öllum skólum, og mamman byrjar náttúrulega að heyra í löggunni á campus, á heimavistinni, og þeir svona þetta í rauninni frá sér og segja svona, já, við biðum í nokkra daga, hún hlýtur að koma í ljós, hún bara farið eitthvað með vinum eða eitthvað svona, og já, þeir svona í rauninni sögðu að hún hefur örugglega bara farið eitthvað með einhverjum vinum að því að var, þú veist, þessi verslunarhelgi hjá þeim. Og svo þegar að loksis var farið í rannsókn að þá voru engin sönnunargögn í rauninni tryggð að neinu leyti, af því að hún var í herbyggi með annarri stelpu eins og gengur og gerist í rauninni margi dagar búin að líða, þannig að það var í rauninni ekki takt að taka mark á neinu og lögreglan í rauninni fór aldrei og náði neinn sönnunargögn. Já, sönnunargögn voru ekki tryggð nógu vel ef það hefði verið eitthvað. En eitthvað að vita hvort hún komst eitthvað tímann heim? Það í rauninni ekki hægt að segja til það, af því að það var beðið svo lengi, þannig að það var í rauninni ekkert vita hvort að, út af því að voru einhverju vinkonur líka búin að stoppa við og skoða, þú veist, hvað vantaði, hvað var þarna, og líka, þú veist, þetta á þeim tíma þar sem að
þú varst ekki með síma á þér eða þú veist eitthvað svona, þannig að það var í rauninni ekkert nema kannski veskið sem að fannst ekki í herbygginu, þú veist, sem að hefði verið eitthvað svona, ok, hún kom eða fór, þú veist. En sagður ekki að hún bjó með ykkur, þú veist, var hún ekki heima á þeim tíma eða, þú veist? Eða, þú veist, það voru allir í burtu þessa helgi, þannig að það var ekkert í rauninni engin svona vitni sem að, þú veist, sá hann að koma eða fara nema þessi tvö sem að voru að fylgja þeim heim. Hins vegar þegar að herbyggi Paul Flores var skoðað, þá var notað svona cadaver dogs, svona, hvað er að kalla, leitarhunda. Og þeir í rauninni hittuð ekki á neitt í herbygginu hans, en það var samt mjög grunsamlegt að það, já, hjá hann að Paul Flores. Já, ok, þú voru að leita þar. Og, já, og þú veist, ekki hennar væntanlega heldur allan ekkert greint frá því. En það var samt smá grunsamlegt að það var mjög sterilt herbyggi hans, þú veist, bara eins og hann bara valla bjóðar, sko. En á saman tíma þá bjóð reynda fjölskyldan hans miklu nær skólanum, þannig að þú veist, hann var kannski ekki jafn mikið búandi þarna eins og svona einhver sem á heimili langt í burtu. En það byrjaði bara mjög fljótt að svona verða mjög messi í þessi rannsókn, því að það var bara mjög hvað ég segja, það var mjög augljóst að þessi kampuslögregla bara réð ekki við þetta verkefni og hefði átt að láta þetta yfir til í rauninni lögreglunar á svæðinu, bara sjáum þetta bara frá byrjun, sko, allavega leið og vissu að hún væri týnd. Mér finnst það svo oft svona með þannig mála sem gerast á campus, að campuslöggan er eitthvað að reyna að höndla þetta og enda bara á að gera hlutina verri, af því að ég veit ekki hvort þetta tengist eitthvað svona bara ego eða eitthvað, get ekki bara að láta eitthvað annan, láta stærra aðeins að fá þetta. Jafnvel þótt að sé, þú veist, svæðislögregla, þeir séu alltaf seinir að kalla inn og fá hjálp frá FBI og eitthvað svona. Þú veist, af hverju ekki að nota allt sem hægt alla hjálp, en reyndar svo líka alveg dæmi að það getur líka orðið eitthvað ruglingslegt, þú veist, ef það skipt yfir á miðju svona þegar eitthvað er byrjað, en allavega þetta voru klárlega miðstök í þessu máli að þeir biðu allt og lengi og fjölskyldan hennar náttúrulega mjög ósátt með hvernig var staðað að þessu. Og líka af því að það var ekkert rannsakað þennan Paul neitt að viti, jafnvel þótt að allir nemendur voru bara eitthvað vissir að hann hafi gert þetta fyrst að hann var síðast til að sjá hana og allir kallaði hann creepy Paul og bara allt þar fram eftir göttum. En eftir þessa upphaflegu leit þá fyrir málið að kólna og er bara ótrúlega kalt í mörg ár og ekkert gert í málinu, en árið 2002 var síðan Kristinn formlega lýst látin samkvæmt lögum eða legal death, af því að var, Hefur hann ekki ennþá verið fundin? Hún var ekki fundin árið 2002 að minnsta kosti, 7 árum seinna, og það voru alltaf reglulega svona leitir á svæðinu, þú veist, hvort sem það var fjölskyldan eða eitthvað sett fram á skólanum, en það kom sérst smá svona lífi í þetta 2016 og það var leitað á ótrúlega mörgum svæðum og tekið aftur viðtöl við alla sem voru í partíinu, fjölskyldur og auðvitað Paul Flores og fjölskyldu og allt það, en í rauninni ekkert gerðist, ekkert kom upp úr því þá. Þannig að rannsóknin var orðin svolítið löng og kostnaðarsöm og var aftur komin í biðstöðu þannig að 2016. En 3 árum seinna, 2019, þá byrjaði podcast sem að heitir Your Own Backyard, sem að podcastari að nafni Chris Lambert byrjaði og þetta er ekki einhver maður sem á einhver bakgrunn í fréttamennsku eða neitt, en hann bara var með þetta mál á heilanum. Er hann kannski bróðir Adam Lamberts? Nei, ég held hann sé ekki bróðir Adam Lamberts. Varstu aðtúa? Já, en hann var búinn að safna gögnum og tala við vitni, skoða opinber gögn og reynda að púsla þessu saman hvað hafi farið svona úrskeiðis, af því að það voru bara allir á því máli að þetta væri ekki svona erfitt mál að sanna, sérstaklega út af því að það voru allir vissir að Paul Flores væri morðinginn. En podcasti bara springur leið og bara vekur mjög miklu athygli og með því að komið svo aftur á stað og þá náttúrulega kemur meiri pressa á lögreglu og hann er líka að púsla þessu svo vel saman. Ég bara mæli með að fólk fara að hlusta á þetta podcast af því að þetta er fyrsti dark þátturinn okkar og eins og ég heyri þá er þetta svolítið svona styrti á okkur,
en þetta bara ótrúlega gott hlaðvarp og ég spáði að hlusta á það bara aftur, ég hefði látt að hlusta á það aftur fyrir gerð þáttarins. Hvað heitir það? Your Own Backyard. Já. En þessi athygli leiddi til endurvakinnar rannsóknar og aukins þrýstings á yfirvöld og það svo margt galið sem að gerist eftir þetta af því að eftir þessar rannsókn þá var Paul Flores handtekinn 13. apríl 2021 ásamt föður sínum Ruben Flores sem var ákærður sem það var meðsegur sem það ekki Jú. við að fela líkamsleifar og já, ég get eiginlega ekki sagt það nú oft að fólk að hlusta á hlaðvarpi jafnvel þótt að ég sé að segja ykkur plotti en það farið í svona smáatriðin með hvað var fundið og hvað var gert af því að það var grafið upp allan garðin hjá Oh my god, ég veit hvað málið er. Já. Núna. Ding, ding, ding. Ertu ekki að tala um að með steipuna þar Jú. sem við fórum í gegnum og, já. Fokk, er þetta mál? Ok, vá, ég var ámdur svona stressu, ég myndi ekki fatta hvað mál þetta var, ég bara getur ekki verið, hún sé að tala um eitthvað mál sem ég veit ekki en ok, you can move on. En samt á sama tíma þá var ekkert fundið af henni en það var, það voru svona leitarhundar sem að sögðu að það var held ég í blómapottinum þar sem var búið að steypa eitthvað var búið að steypa í blómabeð eitthvað svoleiðis, svona pott fyrir framann og þegar steypan var tekin upp að þá hittuðu leitarhundarnir þar þannig að það voru sérst búið að vera sögursagnir að einhverja líkamsleifar höfðu verið geymdar þar og síðan að því að þeir höfðu allan tíman í heiminum eitthvað 25 ár eða eitthvað næstu því, já rúmlega með að við kunna handtekin að líkamsleifarnar höfðu verið geymdar í garðinum og örugglega víðsvegar af því að þeir voru örugglega alltaf að færa þetta í einhverju paniki en leitarhundarnir sérst hitta þarna á undir þessari steypu og það rauninni pluss alls konar svona litlir hlutir var til þess að þeir náðu að ákæra og það mjög svona mikið hitamál að mamman hafi ekki líka verið tekin af því að það er bara engar líkur að hún vissi ekki neitt þetta. Er ég að muna vitlaust? Voru þeir eitthvað byrjar að breyta aftur? Voru þeir eitthvað byrjar að taka steypuna? Já, það var sérst búið að vera að fylgjast með þeim og þeir í rauninni þegar þeir byrja að skoða málið eftir þetta podcast kemur og þá náttúrulega var búið að vera að fylgjast með þeim. Sko, út af því, ég veit ekki, ég geti verið að muna eitthvað vitlaust, það er náttúrulega kannski smá langt sen ég hlusta á þetta mál eða horfði á þáttmyndamál eða eitthvað, en mér líður eins, aftur, I could be totally wrong, en mér líður eins og þegar að þetta mál byrja að fá hita aftur, að þeir hafi, tekið steypuna, fært líkið og steypa síðan aftur yfir. Já, það var það sem var svona haldið og líka hann Paul Flores var víst búinn að vera að segja eitthvað, þegar hann var fullur eða eitthvað í partí, hann var allavega búinn að segja við einn eða tvo aðila, bara eitthvað svona, þið ná mér aldrei, eða eitthvað svona. Já. Og síðan var búið að vera, að svona, hvað segir maður, svona stakeout, vera að fylgjast með húsinu og bara fylgjast með þeim öllum í mjög langan tíma þegar þið voru, að fríka út af þessu podcasti og þessu umtali aftur, að þá voru það að gera alls konar hluti sem að voru mjög grunnsamlegar og augljóslega mjög paranoid. Já. Sem að saklaus manneskja myndi ekki vera. Það var sérst svona einhver grafreitur undir pallinum hjá pabbanum. Já. Það var eitt sannunargagnið og síðan var líka þessi steypa sem að hundarnir hittuðu á. Síðan var líka einhver blóðblettur í herbygginu sem fannst í herbygginu hjá Ruben Flores og leitarhundarnir gafu líka merki í herberginu hans sem að hann var í háskólanum en samt svo ótrúlegt að DNA-ið hennar aldrei tengt við neitt þeir finna aldrei neitt eitthvað svona haldbært en þrátt fyrir það var bara svona yfirgnæfandi mikið af svona litlum hlutum sem var nóg ég man bara hvað það var ógeðslega í töðunar á mér að það hafi ekki verið nóg til þess að ná mömmunni sem að 100% vissi þetta allt og það var líka ógeðslega steikt svona mann ég að mamma hans og pappi hefðu aldrei verið saman ekki aldrei verið saman, ég meina ekki verið saman frá því að þetta gerðist, þau voru skilin allavega að borða sæng eða eitthvað svoleiðis og samt var bara einhvern veginn hvað finnst að segja skilin á borð og sæng
að borði og seng, þú veist, það þýðir að þau eru ekki skilin á pappirum en þau búa ekki saman. Já, cool. Það bara sýndi sig svo mikið hvað þau væri meðvirk með honum að þú veist, jafnvel þótt að þau væri engi vinir að þú veist, þá bara gerðu þau bæði allt til þess að redda raskatin á þessu ógeði sko. Og annað sem að var til þess að hann var ákærður var að það voru 2 önnur vitni sem að greindu frá kynferðisofbeldi á hans hálfu sem að rauninni studdi þann grunn meira en að væri bara eitthvað creepy Paul. Já. Ef að ég myndi mæta heim og vera bara eitthvað, mamma, pappi, ég drap eitthvað, vil ég hjálpa mér að losa, þú veist, vil ég hjálpa mér að, þú veist, grafa líki hérna í bakarinum. Þú veist, þeir myndu örugglega bara grafa gröf með mér og setja mig ofan í hana líka, sko, með líkinu. Bara, já, sucks to be you. Já. Þú veist, ég veit ekki hvað heimi, þú veist, ég náttúrulega á ekki börn, en ég myndi aldrei hjálpa barninu mínu í svona, sko. Þú veist, þarf maður ekki að vera eitthvað lasin sjálfur, eða? Ég samt finna alveg, þú veist, það er ógeðslega steikt á því að ég er alveg bara svona, Hvað ertu að fara að segja? þú veist, ég er svona eins og mamma og pappi, eða skilur ég bara svona ef að, þú veist, ef börnin mín gera eitthvað við eitthvað annað barn, eða þú veist, það er eitthvað svona slagur eða eitthvað, jafnvel þótt að þau hafi ekki átt fyrsta höggið eða þú veist, það gerist mjög sjaldan að mín endi í einhverju slag, sko, en hérna, þú veist, jafnvel þótt að þau séu bara eitthvað að slá á móti, þá læti ég alltaf segja fyrirgefðu og þú veist, bara svona, þú veist, ég er aldrei með eitthvað vesen, þú veist, ég kenni þeim bara frekar, bara já, þú veist, bara segja stopp og svona, en síðan eru, þú veist, eins og bara hérna í blokkinu okkar, þú veist, það eru aðrir strákar sem eru sama aldrei af mínir strákar og þeir eru alltaf að pikka fæt og eru alltaf bara, þú veist, stóri bróðurinn alltaf svolítið svona vondur við litla minn. Já. Og pappinn það er alltaf eitthvað, þínir strákar er alltaf koma þeim í slag og ég bara afsakið, ertu að horfa á það sama og ég, skilur, eða bara svona, þú veist, ég er bara svona, sumir foreldrar bara svona sjá ekki hvað börnin sín gera, sko, bara það er bara eins og það sé ekki hægt bara að sjá það, sko. Ekki einu svona þegar þau koma heim í lík. Fattar þau? Það verður bara, já, við Ég skam bara, oh my god, hvað gerði þessi eiginlega? Kottu hérna bara með þetta fyrir hættan. Ég hef bara skal grafa hérna og svo steipum við bara og svo setjum við bara hérna blóm og pottust. Sorry. En svo held ég líka bara að foreldrarnir greinilega eru bara það klikkaðir sjálfur að þú veist, kannski á pappin og þú veist, og ég held í þessu máli að pappin hafa alveg örugglega verið, þú veist, ofbeldismaður sjálfur, skiluru, og mamman örugglega bara eitthvað. That's my point, exactly. Já. Að foreldrarnir sem eru að hjálpa í svona aðstöðu eru bara afbrotamenn sjálfur, eða skilur. Já, og þess vegna myrðu við ekki og þurfum ekki að koma heim með lík til mömmu og pappa. Við erum svo fullkomnar. Já. Við erum svo vel upp aldar, sjáðu til. Það er yfirleitt grunnurinn. Hún sem sagt fannst aldrei. Nei, hefur aldrei fundist. Og hann Elsku fekk dóm. Hann fekk dóm, hann var dæmdur í 25 ára fangelsi, þú veist, 25 to life, þannig að hann er örugglega ekki að fara út á reynslulaust neitt. Við ætlum að fá þetta bara upp. Og pappin líka, pappin fekk dóm, en ekki mamman. Og hvað var það sem að lét pappan fá dóm, skilur, frekar en mömmuna, eða, þú veist, ef það er eitt foreldri, af hverju ekki bæði, skilur? Var það út af því að þau voru skilin, eða? Við ætlum að fara bara yfir þetta. Já, Paul Flores var sérst fundir sekur morð á fyrsta stigi, first degree murder, og dæmdur í 25 ár til lífstíðar. Gert að greiða fjölskyldu Kristinn Smart yfir $350,000. Svo er það annað mál hvort að það skilir sér nokkuð tíman. Já, mér svo fyndið þegar eitthvað svona, þegar svona peningar er eitthvað involved. Er hann eitthvað tímann að þurfa að fara að borga þetta og eru þau eitthvað tímann að fara að fá hann pening, skilur? Af því ef hann borgar þetta ekki fá þau en þetta samt eða skilur hvaðan? Nei, bara í einhverju mýflugumynd, sko. En Ruben Flores var ákærður sem accessory after the fact, eða sérst aðili sem hjálpaði til við að fela líkamsleifar. Býtum við. Já, það var sérst reynt að sanna það að hann hafi í rauninni hjálpað til, en ég hafði rangt fyrir mér. Hann not guilty. Já, pappin. Já, myndi að það hafa verið the other way around. En eins og þið heyrið, þá vorum við í smá tímapressa að taka þetta upp og ég biðst afsökunar á að þetta sé ekki betur undirbúið en þetta, en það er bara svo mikið að gera og börnin mín eru
í fríu í 10 daga og það er ekki fræðilegur að ná að taka upp með þau hlaupandi hérna og tímamismunir smá að stríða okkur. Já, ég meina þetta mál hélt mér in the dark í smá tíma sko, þannig að það er bara vel gert. Já, en ég mæli ótrúlega mikið með þessu hlaðvarpi og ég eiginlega líka vildi ekkert segja allt og mikið að þetta er sko ógeðslega spennandi líka af því að þetta hlaðvarp náði svo mikill athygli hjá samfélaginu, þannig að maður hlusta líka á svona updates, þú veist, svona in real time, þú veist, og hvernig svona í rauninni meðbyrinn byrjar og hann segir frá því svona hvernig fjölskyldan er að fríka út og hvernig hann í rauninni er að hafa áhrif á málið og hann er mjög svona hambúl með þetta, en bara augljóslega þá er það í rauninni honum að þakka að pústa þessu saman aftur, af því að eins og þið heyrið þá er þetta mjög svona, það er ekki mikil sönnunargögn, þannig að það þurfti að vera ótrúlega mikið af litlum pústlum til þess að ná að dæman í rauninni og það er í rauninni bara magnað að vera hægt með svona lítið af sönnunargögnum. Já, það er náttúrulega bara mjög erfitt að dæma í málum þar sem það er ekkert lík. Já. Þannig að hann hafi verið dæmdur sekur fyrir fyrsta stigs morð er alveg sigur, myndi ég nú segja. Já, þú veist, þau veit ekki dánarorsök, þau veit ekki, þú veist, hvenær hún dó eða þú veist bara... Eða hvar hún dó eða hvar hún er. Það er galið. Galið. Og hræðilegt. Og líka spurning, þú veist, ef að þessir hundar voru að hitt og þetta þarna í bakarnum hjá pappan, skilur, en líkið hennar fannst aldrei, eða bara spurning hvort það hafi nokkuð, þú veist, hvort það hafi verið fleiri en hún einhvern tímann. Af því þau veit ekkert hvort það eru eða hvað, voru hundarnir ekki bara að hitta á lykt af lík frekar en bara lykt af henni? Jú, bara líkamsleifar. Já, þannig að það hefði basically geta verið hver sem er. Já, en þú spurðir áðan hérna af hverju mamman hafi ekki verið ákærð og það var einhverjum, þau byggu ekki saman en það var samt mikið af skilaboðu sem var komist yfir sem að var að mér minni tekið fyrir í þessu podcasti frekar en einhverju YouTube sem þið getið ekki ímyndað eitthvað hvað ég er búin að horfa og innbyrða mikið af efnið með þetta mál en öll svona skilaboð sýndu svo mikið að hún vissi hvað var í gangi eða vissi svona eitthvað allavega að hann væri sekur og hún minnist eitthvað svona á ertu búin að græja þetta hjá pappa þínum eitthvað svona, þú veist, ógeð en það var ekkert meira á hana en bara eitthvað svona skilaboð hér og þar ekki að það sanna að hún hafi verið eða þú veist að hún hafi hjálpað til eða eitthvað svona en það er ógeð. Já, alltaf læg við erum að klára þetta ekki? Jú, Telma, hvað það eins? aftur óundibúin. Hvað? Hérna? Það að ræða við stóru málin. Okay. Nei, ég er að djóka. Ég er að kötta þáttinn og við erum svo hræðilegir þáttarstjórnendur og bara afsakið að þú hafi þurft að vera hérna prótótýpan í gæsta. Já, takk, ég er búin að vera að bíða eftir þessari afsökunarbeðni í nokkra vikur. Nei, tjók. Þetta var alltaf ég, hvað sem er, tekið ekki svo mikið pláss, þannig að við vorum að segja. Þú tókst allt og lítið pláss, sko. Já. Við gátum ekki hægt að tala. Nei, þetta er líka bara snýst. Ég er búin að kötta, sko, ég er sko köttað út eitthvað, ég held að Elva hafi talað í svona 12 mínútur Keflavík. Við erum ekki að tala 12, Keflavík í 12 mínútur og svo enda hún, já, mér er bara útskúr Keflavík að því ég lessa. Já. Ég er búin að ná að púsla þessu vinnilega, glemdum að láta þið kynna þið, þannig ég þurfti bara að fara inn eitthvað mínútur með 30 og færa það upp á mínútur 10 svo fengir að kynna þið. Alveg, sko. En það er á okkur. Já, þetta er á okkur, sko. Já, þetta er bara, þetta er frumraun. Já, þetta er allt svona generalpröfa. Nákvæmlega, standaði eitthvað svo vel. Oh my god, takk. Herru, félag að var það ekki bilið, þarfst þú ekki að drífa þeim? Jú, ég er að fara að vinna. Já, bara takk fyrir að ná þessu. Vonandi getum við möndla eitthvað úr þessu. Já, vonandi. See you later, takk Skinn 1004, takk Test, takk
Kosarax, takk, Tree Hut. Thank you very nice. Bye bye. Bye bye. Blæ blæ.